Það 1. mars sem þýðir að það eru bara 3 dagar þangað til að afmælið er. Og þá getur nú verið gott að fara að huga að því í hvaða fötum þið ætlið að vera. Það myndi til dæmis ekki ganga að mæta bara í fjósagalanum, eins og eitthvað fífl. Því að Vigni bróðir, hann ætlar að koma og þá er frátekið að vera fífl. Ekki neitt allir spenntur! Síðan er bara mjög gott, svona að þú veist, ef þú ert með stóra bumbu, sem gerist oft þegar maður er orðinn fertugur, að reyna þá að velja kannski föt svona sem eru nógu síð, þannig að þú getur allavega girt hún í buxurnar og þannig hún flæði ekki út. Ekki neitt allir spenntur! Ef þú ert kona og ætlar að vera í buxum, í guðanna bænum reyndu þá að sleppa við það að vera með kameltá. Ef þú ert að pæla í því, pabbi, hvað kameltá er, þá þarft þú ekki að vita það. En mamma þarf að vita það. Svo í guðanna bænum, fólk, reynið nú einu sinni að velja ykkur fatnað eftir vaxtalagi. Ekki neitt allir spenntur! Nei, ekkert sérstaklega. Ég er nú ekkert mikið fyrir svona afmæli. Sérstaklega ekki hjá svona háöldruðu fólki. Ekki ég heldur. Mér dettur nú ekki til hugar að láta sjá mig í svona samkvæmi. Hvaða neikvæðni er í fólki? Skelli ykkur bara í dansingallan. Bara muna engin bumba, engin kameltá. Og fyrir það sem eru kannski ekki alveg að sætta sig við aldurinn, þá er bara sterkur leikur hjá þeim að fara bara í brúnkusbrautin og vera töff.